Já, íslenskan, hún er náttúrulega mjög sérkennilegt kjörsvið að mörgu leyti. Kjörsvið er náttúrulega að fjalla móðurmál flestra Íslendinga og það er alltaf mjög sérstakt. Öll móðurmál standa fólki mjög nærri og við verðum líka að muna það alltaf að það eru fleiri móðurmál á Íslandi en íslenska og bera virðingu fyrir þeim, því þau eru öll jafn mikilvæg fyrir það fólk sem tala þau. Og sko, þetta kjörsvið er svolítið merkilt að því leyti til að til dæmis þegar krakkar koma í grunnskóla, þá kunna þau tungumálið. Þau kunna heilmikið í því, þau geta alveg bjarga sér við alls konar aðstæður, þau geta sagt sögur og brandara og ýmislegt. Og það þarf ekki að byrja á því að kenna þeim það. Aftur á móti þurfum við að byrja á því að kenna þeim að breyta orðunum sem þau geta sagt í einhver undarleg tákn á blaði og svo þarf að kenna þeim líka ráða í þau tákn. Þannig að þetta er svolítið spes að því leyti til. Af hverju valdi ég íslensku kjörsviði? Ég sjálf hef verið að skrifa bækur og ljóð og finnst einstaklega gaman að vinna með ritunartexta. Og mín persónulega skoðun er svo að það megi aðeins fara að nútímavæða íslensku kennsluna okkar og gera hana meira skapandi. Og mitt markmið er sem sagt að verða íslensku kennari með áherslu á skapandi nám. Kjörsviðið þarf virkilega að sjá til þess að kennararnir sem útskrifast hérðan, þeir hafi þessa kunnáttu sem þarf til þess að ýta undir það að nemendum fari fram í íslensku, geti nýtt sér hann á allan hátt sem hægt er að hugsa sér. Og það þarf að kenna þeim sem sagt samskipti og hvernig samskipti geta farið fram á bæði í töluðu og rituðu máli. Það kannski gleymist stundum að ritmáli líka samskipti á einhvern hátt. Við erum að tala við ykkur til við skrifum. Þannig að þetta þarf alltaf að koma fram í kennsluna og kjörsviði. Ég myndi segja að ég hafi lært að verða betri einstaklingur. Ég er öruggari með mig, ég lærði að koma fram, ég lærði að vinna með börnum, ég lærði almenn samskipti bara. Við lærum svo margt fyrir okkur sjálf. Ég myndi segja að það hefur kannski bara mest komið mér óvart hvað þetta er gaman og það sem gerir þetta svona gaman mitt krakkarnir. Já, þetta kjörsvið er mjög spennandi, það er það. Það gefur náttúrulega réttindi til þess að vinna með unglingum við móðurmáli sem er ekki leiðilegt og þetta er náttúrulega stór námsgrein í grunnskóla þannig að það gefur líka réttindi, það gefur möguleika á því að kenna bara eitt fag sem er líka svolítið skemmtilegt og geta þá orðið aldrei góður í því. Og þetta er að vinna með krökkum, unglingum, í sambandi við bókmenntir, málnotkun, ýmislegt sem er alls konar texta, er alveg svakalega gaman. Það er bara ótrúlega gefandi og skemmtilegt. Og þau koma manni sífellt á óvart.